Nú ætlum við að skoða dæmi 10 úr æfingu 5.4 úr bókinni Stærðfræði 2.2.5. Við höfum að girða svæði eins og myndin sýnir úr 200 metrum á girðingarefni og reyna að fá sem stæðst svæði út úr því. Það er búið að nota 200 metra í girðingu sem er búið að skipta í tvennt með svona auka girðingu hérna í miðjunni. Það sem við þurfum að átta okkur á er hvað er verið að spyrja. Jú, við höfum að reyna að finna jöfnu fyrir flatarmálið sem gefur okkur hæsta gildið. Og það er í raun jafna fyrir fleygboga. Finna þá topppunktinn í fleygboganum. Það sem við vitum er að 2y pluss 3x, þar að segja við leggjum saman alla fletina, sem sagt 2y pluss 3x er jafnt og 200. Þetta veitum við. Og við þurfum eiginlega að reyna að einangra út úr þessu y-ið. Þá fáum við að 2y er jafnt og ef við færum 3x yfir, þá fáum við mínus 3x. 200 mínus 3x. En til þess að einangra y-ið þá þarf ég að deila með 2 báðum megin. Þá fáum við þetta svona. Og flatarmálið er nefnilega y-ið sem er þá þetta sinnum x. Það er að segja lengd sinnum breidd. Og þá ger ég x svíinn 200 mínus 3x deilt með 2. Og nú bara beiti ég algebru á þetta. Margfalda í raun upp á strik 200x mínus 3x í öðru deilt með 2. Út úr þessu fæ ég og nú ætla ég að nota í raun annað y af því að við nú sem er þá y fyrir flatarmálið er þá mínus 1,5 x í öðru. Nú er ég búinn að deila með 2 í bæði pluss 100x. Það sem að ég ætla að gera næst, þetta er jafna fleigbogans. Það sem ég ætla að gera næst er að finna topppunktinn í fleigboganum. Það geri ég með jöfnunni x er jafnt og mínus b deilt með 2 a. X-ið sem gefur mér hæsta gildið er þá mínus 100 deilt með 2 sinnum mínus 1,5. Mínus og mínus verður pluss, þannig að þetta er 100 deilt með 3. X-gildið er 33 og 1/3. Þegar ég tek það og seti það inn í til dæmis þessa jöfnu hér, þá fæ ég að setjum það inn í svona smá kassa hérna. 200 mínus 3 sinnum 33 og 1/3, svolítið lítið hjá mér, deilt með 2. 3 sinnum 33 og 1/3 er 100. 200 mínus 100 er 100. 100 deilt með 2 eru 50. Þannig að y-gildið er 50. Og þá er ég komið með svör. Ég var bara beðin hliðarlengdirnar, ekki endilega flatarmálið. Þannig að margfalda maður þetta bara saman. En það er alls ekkert beðið það.